förum við í lið 3 og það gjaldskrá Akureyrarbæjar og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn á fundinum og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Heimir Örn tekur til máls. Það gjaldskrá Akureyrarbæjar, þetta liður 2 í fundargerð bæjarráðs, dagsett 27. nóvember 2025. Lögð fram tillaga gjaldskrár Akureyrarbæjar 2026 og ég ber hana hér upp til samþykktar. Þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir kynninguna og fær honum aftur stjórnina. Orðið laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Jónsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mig langaði bara að koma hérna upp að gera grein fyrir atkvæði okkar bæjarfulltrúa Gunnars Más þar sem að við hefðum klárlega vilja að samþykkja þennan pakka í heild sinni og samþykkjum í raun allar gjaldskrár nema eina. En það eina sem ég kannski sett spurningamerki við óeðlileg hækkun á hádegismat hjá Lautinni. En því annars erum við svona að jafnaði að horfa á 3,5%. En ég veit ekki hvort það sé einhver hér inni sem kann skýringu á því. En við ætlum það bara að leggja fram bókun þar sem að við gerum grein fyrir atkvæði okkar. Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Gunnar Már Gunnarsson B-lista bóka. Við viljum gera grein fyrir atkvæði okkar þar sem við getum samþykkt allar gjaldskrár nema eina. Á þessu stigi getum við ekki stutt gjaldskrár leikskóla nema undangenginni könnun á viðhorfi foreldra til þeirra breytinga sem gerða voru þegar 6 tíma dvöl varð gjaldfrjáls. Þar til slík könnun hefur verið framkvæmt og niðurstöður hennar rýndar til hlítar, teljum við ekki unnt að meta áhrif breytingana á fullnægjandi hátt. Við vísum í þessu samhengi til bókunar meirihluta í bæjarstjórn frá október 2023, þar sem kemur fram að skráningadagar og gjaldfrjálsi 6 tímar séu tilraunaverkefni til 1 árs og að gerða verði stöðuskýrslur að 6 og 12 mánuðum liðnum. Það verk enn óunnið að hluta. Ef almenn ánægja ríkir með breytt fyrirkomulag bæði meðal foreldra og starfsfólks leikskóla, þá full ástæða til að halda verkefninu áfram og festa það í sessi. Komið hins vegar fram vísbendingar einhverju vandkvæði, þá ekki síður mikilvægt að hlusta, bregðast við og gera umbætur. Það sem skiptir mestu máli nú að ljúka því mati sem upphaflega var lofað, svo hægt sé að byggja áframhaldandi þróun leikskólaþjónustunnar á traustum, gagnsæjum og faglegum grunni. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir. Orðið laust. Það vil enginn taka til máls, þá ætla bara að bera upp bókun. Það að bæjarstjórn samþykki framlega gjaldskrá Akureyrarbæjar, þau sem að samþykja, þau sem á móti og 4 sitja hjá.